garnirnar, fake garnirnar, platgarnirnar, garnirnar. Þá getum við sett það bara hérna í fake garnirnar, þá getum við sett það bara hérna í platgarnirnar. Þessu taka, veit ekki 7, 8 held ég, 8. En nú komið að því. Ég ætla að búa til pulsur, eða pilsur. Ég ætlaði mér alltaf að gera þetta hérna fyrir löngu síðan, en þá passaði ekki alveg inn í þemað kannski. Ég var meira kannski að í því að dunda mér inn í stúdíói og eitthvað svona, en núna er ég komið með svona græju, sko, með svona enda á, en það þarf ekkert svona græju í þetta. Það er bara voða þægilegt að vera með svona græju, en hérna, það er líka hægt hjá svona græju sem maður svona krankar upp, sko. Það hefði nú verið flottara, en þegar maður er komið með þægindin, þá nýtir maður sér þægindin. Men það er ekkert, ég er búinn að búa til pulsur, ég búið til pulsur fyrir myndlistasýningu sem ég hérna var með fyrir 5 árum eða eitthvað. Það var grilluðu pulsur. Þetta er grilluðum pulsurnar, austuríska uppskrift með íslensku lambakjöti yfir eldi af tré sem við hjugum niður árinu undan eða eitthvað svoleiðis. Hjugum, segjum að hjugum. Segir allavega ekki hjóum. Ábyggilega ekki höggvuðum. Allavega, þá hérna, já, þá sem sagt, já, þá var ég bara með svona gamaldags cranker og hérna, og það virkaði fínt. En hérna, en ég ætla að búa til fyrir ykkur svona chili pilsur, svona chili eitthvað stemning og hérna, já, eitthvað slags chili stemning. Og svo í næsta þætti, já, verður eitthvað chili stemning í þessu pulsu, og svo í næsta þætti þá ætla ég mér að búa til mexikanska pilsu. Auðvitað bara að mínum hætti, sko. Ég fekk þetta ekki í Mexíkó eða eitthvað. En það sem þarf í þetta er grísabógur, grísasíðu, jalapeno, birkireykt salt, hvítlaukssalt, reykta papriku, chipotle pipar. Þið sjáu að ég er ekki styrktur af þessum fyrirtækjum, en það valdi ég 3 mismunandi. Prima, McCormick og Badia. Chili, ferskan. Og garnir. Og garnirnar fær maður bara hjá hérna í pólsku búðinni. Þetta er ekki garnir, þetta eru kollagen garnir. Það sem við þurfum að byrja á að skera niður kjötið í minni bita. Tökum hérna puruna af, en pössum okkur á því að við viljum fituna. Það er nefnilega svo nauðsynlegt í pulsugerð að með nóg fitu. Skinnið er hægt að geyma, svo er hægt að hérna djúpsteikja þetta og búa til svona cracklings. Herru, svo það er bara gott að þetta kjöt niður í smærri bita. Kjötbitarnir, sko, það fer eftir bara hvernig grendirinn ykkar, en þetta ætti að duga, sko, þessi tær hérna. Það sem ég ætti að vera með er náttúrulega tuska. Ég er með tusku. Það er náttúrulega að setja svona tusku þegar borðið þitt er á svona mikilli hreyfingu. Gott að setja svona blauta tusku undir. Þá er hann aðeins stabíli. Þið vissu það ábyggilega bara. Svona.
Herri, ég þoli þetta ekki. Ég get ekki hennar hníf. Ég ætla að fara inn að brýna hann. Ég er búinn að brýna hnífuna aðeins bara. En ég þarf að taka hann til sko brýnarans míns. Ég með svona mann sem ég fyrir alltaf til og hann leggur hnífin á. Sko þetta stykki er í rauninni bara fita. Akkurat það sem ég þarf. Þetta er tilbúið. Út í þetta fer svo ég ætla að taka hérna svona megnið nú, ekkert allt. Bara megnið. Svo muna þegar þið er búin að nota svona chili í guðsbænum þrífið ykkur hendurnar. Ég hef lent illa í því þegar ég var að vinna hérna á Pizza 67 í gamla daga og búinn að skera einhverja 15 chili eða eitthvað. Svo klæja mér eitthvað í augun. Hvað gerir maður þá? Þá klórar maður sér í augunum. Eða þú veist, þið skiljið hvað ég meina. Það var vont. Ég hef sem betur fyrir aldrei þurft að pissa strax eftir að ég hafi skorið chili. Það er ábyggilega hrikalegt. Ég ætla að segja að þetta sé nóg af chili. Svona. Er þetta ekki eitthvað stærri í miðjunni? Skellum við það smá salti. Það er smá smoky flavor sko, meira. Svo er hérna, þetta er eiginlega bara, ég held að sko chipotle sé að verða minn hérna bara uppáhalds chili. Hann er, sko ég þekki ekki mikið af chilium, bara nokkra. En það er eitthvað við chipotle sem gerir það ógeðslega gott. Slatta því. Og nú er komið að vélinni góðu. Ja, það var bara komið að því. Það er að hérna, blanda þetta bara svona aðeins. Bara svona eitthvað smottar í. Svo er ég hérna með aðra skál. Já, þetta er nú ekki komið út. Það treystir mér, þetta er að koma út. Og þessu bara kreist hérna í gegn. Þannig að sjá þegar þetta verður svona automatist niður. Að bitarnir eru aðeins svo stórir hjá mér. Næst verð ég aðeins minna latur. Það verð ég kannski með nýbrýndan hníf. Ég ætla að ná í brauð, skelli því hérna ofan í. Og þá nær sko brauðið að ýta út senasta kjötinu. En þið sjáu hvað ég hef það kósí hérna úti. Með vélina mína og svona. En í næsta þetta skal ég lofa ykkur að ég verð úti bara yfir einhverju grilli einhver staðar. Þá er voða gott taka smá af hérna kjötinu og steikja það. Það er það sem ég ætla að gera núna. Þannig að þið fáið og lítið að sjá með umla og amla í þessum þætti. Því að í rauninni er þetta bara prepp fyrir næsta þátt. Svo búum við okkur bara til svona lítinn hamborgara. Skellum við þessu bara á pönnuna. Jó, nú fáið þið hugsanlega, ég veit það ekki, nú fáið þið hugsanlega að sjá mig umla og amla. Fer þetta hérna stykki hérna á. Svona. Þá ætti þetta alltaf að koma út. Svo býðum við og sjáum hvort að þetta sé nógu gott fyrir mig. Og ef þetta er nógu gott fyrir mig þá bara byrjum við að skella pulsum í platgarnirnar. Garnirnar. Þetta lyktar vel. Ég skal lofa ykkur því. Smakkum aðeins. Smakar reykt. Ég held að pulsan í næsta þetta verði alveg mega góð með þessu. Svo getum við bara að fara að fylla þessar garnir.
sko, núna er til að loka þessu hérna. Það er bara einfaldur hnútur. Það er svona pulsu hnútur. Nú er ég svo feitur á puttunum að... Nú er ég orðinn svo feitur á puttunum að ég get ekki eins og búið til hnút. Það er þetta að halda við hérna pulsuendan, þannig að það gef ekki of mikið eftir. En nú er ég komið með svakalega pulsu hérna. Nú fer eiginlega að koma að hérna erfiðasta partinum. Það er sko hnútadæmið. Ég hérna, þó ég sé nú skáti, þá er ég rosa erfitt með þessa hnúta sko. Líka bara pelastikk og réttan hnút, ég kann nú hann. Nú er ég sko komið með svaka pulsu sko. Ég vil náttúrulega hafa þetta pulsubrauðastærð, svona íslenskt pulsubrauð. Kannski aðeins stærra jafnvel. Þá klípum maður hérna og snýr. Þetta er ekki pulsubrauð. Maður er alltaf að snúa í hina áttina við það sem maður snýri fyrst og það er það sem truflar mig. Heilinn minn bara virkar ekki með þetta svona. Svo fer þessi hérna bara yfir, svo hérna í gegn. Þá er komið eitt svona knippi af pulsum. Svo fer þessi hérna, nei, betur við. Sko, þetta gerir nefnilega. Það er nú bara að fara inn í gegn. Svo búið til, sko, ég vil ekki hvort ég sé að ná að kenna ykkur þetta, en þið getið ábyggilega finnið eitthvað á YouTube sem er pottþétt að gera góða hluti með þetta. Eitthvað annan en mig. Herri, þetta er að takast... Nei, ég ætla ekki að segja neitt. Setti kannski aðeins of þröngt í pulsuna. Pulsan er aðeins of stinn. Svo erum við eina svona koktelpulsu hérna á endanum. En hérna er ég komið með ágætis pilsu. Þetta eru 3, 6, 12, 18, 21 pilsa. Nú verður ekkert jaml og uml, það var áðan. Ég vil bara þakka ykkur fyrir að horfa. Það var hérna gaman að gera svona pulsur og svo í næstu viku þá verður sko pulsu þátturinn. Þá verður take 2 á pimpaðu pilsunar. Þá ætla ég að búa til mexikanska svona inspireraða pilsu. Muniði like, deila og share. Það hjálpar svo hryllilega mikið. Ég myndi kannski segja að þetta væri kannski svona ykkar leið til þess að borga fyrir þessa þætti. Þó þeir séu nú alveg fríir, en þá skemmti ég ykkur kannski, vonandi er ég að skemmta ykkur og þið hafið gaman að þessu og ég er ekkert ofleiðilegur og eitthvað. Og ég ger þetta bara frítt hérna á internetinu, Facebook eða YouTube, það skiptir ekki máli hvar þið eru að horfa, öðru hvoru megin. Og í staðinn þá bara getið þið deilt þessu fyrir mig. Þannig að fleiri fá að sjá og allavega takk fyrir að horfa og sjáumst í næstu viku.